Já, maður bara svona fyrst, hvernig að eiga svona mikla ofurkonu? Já, það líklega það erfiðasta sem að ég gæti mögulega valið mér að það var að giftast henni Dagnýju. En í grunninn þá held ég að það sé nú bara svo sem bara skemmtilegt sko. Það eru ótrúlega ævintýri sem að við höfum gengið í gegnum á síðustu 10 árum, og raunverulega 15 árum. Nú þetta 4 Evrópumót, alls konar, já, Dagnýja er búin að spila í löndum hér og þar, núna síðast í Bretlandi. Þannig að þetta er bara í grunninn skemmtilegt en já, en líka alveg ógeðslega erfitt á tímabili. Þú segir, þetta er 4. Evrópumótið, þetta er alveg rosalega stórt afrek hjá henni. Já, algjörlega. Ég er ótrúlega stoltur af henni Dagnýju. Ég er vissulega orðið svona ákveðnu leyti þreyttur á þessu ástandi með öll þessi börn, en á sama tíma þá er ég stoltur af henni og ég er líka bara stoltur af okkur sem fjölskyldu að hafa náð einhvern veginn svona að koma okkur á þennan stað. Að Dagnýja skuli vera komin aftur í íslenska landsliðið með rétt rúmlega eins og skamalt barn, það er ótrúlegt. Það komin á þetta mót sem þekkja bara móðir, það er bara stórkostlegt. Já, alveg klárlega, og ég held að það væri bara ótrúlega skemmtilegt að sjá samanburðinn á öðrum leikmönnum þessa móts, hvort við séum með marga leikmenn í sömu stöðu og Dagnýja Brynjarsdóttir. Já, þetta verkefni sem hún hefur gengið í gegnum núna á síðustu 7 árum eftir að við eignuðumst fyrsta soninn okkar er náttúrulega búið að vera ótrúlegt, og hún Dagnýja gerir þetta ekkert ein, hún er með ótrúlega fjölskyldu allt í kringum sig. Ég ætla ekki að vera hrósa sjálfur mér, en fjölskyldan er búin að standa við baki á hana Dagnýju og þess vegna er þetta hægt. En þú tölum við 4. stórmótið, er ekki komið tíma að förum aftur upp úr riðlinum? Jú, absolutt. Núna vinnum við Finna í kvöld og náum svo í stig í öðru hvoru seti leiknum og við förum upp úr svo riðli, það er ekki spurning. Ef að það gengur ekki, þá verðum við bara að fara að setja spurningamerki við þetta lið vegna þess að það eru bullandi hæfileikar þarna og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta á ekki að vera í þeirri stöðu að komast ekki upp úr riðlinum mót eftir mót. Það er alveg á hreinu. Síðasta mót, þar sem við fórum upp úr riðlinum, þá skoraði Dagnýja markið sem fleytt okkur áfram, manstu vel eftir því? Já, ég gleymi því aldrei, þó ég sé með einstaklega lélegt minni. Þá var ég barnlaus í Hollandi, Svíþjóð á móti Hollandi. Og ég er svo gaman að því, ég var að fylgjast með strákunum og 12-unni koma með útteipaða putta. Ég var teipaði puttin á þeim tíma að tromma og styðja íslenska liði. Vonandi innilega þá fáum við að sjá eitthvað svipað í kvöld. Það verður gaman að sjá, takk fyrir þetta Ómar.